Hvatning úr orði Guðs. Í 25. kafla Mattheusar dæmisaga 10 meyjar sem boðið var í brúðkaup. 5 þeirra voru fávísar og 5 þeirra hygnar. Hygnu meyjarnar komust í brúðkaupið á réttum tíma á meðan fávísu meyjarnar komust ekki, vegna þess að þær undirbjuggu sig ekki til brúðkaupsins. Og þær vildu ganga inn í brúðkaupið, fundu þær að dyrunum var lokað. Þessi dæmisaga líking endurkomu Jesú og fávísu meyjarnar tákna þá sem kalla sig kristna en verða ekki tilbúnir þegar Jesús kemur aftur og þeim verður meinaður aðgangur í ríki Guðs. Við skulum skoða þessa dæmisögu meyjarnar 10 og komast að því hver munurinn á fávísu og hygnu meyjunum. Þannig að við getum vitað hvað þarf til að vera talin meðal þeirra meyja sem kallaðar eru hygnar og vera tilbúin fyrir endurkomu Jesú. Dæmisagan meyjarnar 10 byrja í Mattheusar Guðspjalli 25. kafla 1. versi. Og þegar við lesum dæmisöguna þá skulum við skoða hvaða táknur notuð og hvað þau þýða. Vers 1 segir: Þá líkt himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðguminn með lampa sína. Hvað táknar lampi annars vegar og brúðgumi hins vegar? Það engin tilviljun að Kristur notar þessi tákn, því að táknin hafa skýra merkingu sem við getum fundið í Biblíunni. Meyjarnar tákna kirkjuna. Nokkru sinnum í Biblíunni kirkjunni líkt við konu, til dæmis segir í Efesusbréfinu 5:25: Þér menn, elskið konur yðar, eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Taktu eftir að kona í þessu versi líkt við kirkjuna, auk þess Kristi líkt við eiginmanninn, svo það segir okkur líka hvað brúðguminn táknar. Annað Korinthubréf 11:2 annað gott dæmi þetta. Páll postuli talaði við söfnuðinn í Korintu og sagði: Því að ég hef fastnað yfir einum manni, Kristi, og ég vil leiða fram fyrir hann hreina mey. Sambandið milli kirkjunar og Krists hér líkt við sambandið milli meyjar og brúðguma. Í dæmisögunni meyjarnar 10 meyjarnar allar með lampa. Lampin tákn fyrir orð Guðs, Biblíuna. Sálmur 119, vers 105 segir: Þitt orð lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Mattheusar Guðspjall 25:1 segir að þessar meyjar hafi farið út á móti brúðgumanum með lampa í hendi. Hvenær mætir kirkjan Jesú brúðguma sínum? Þegar hann kemur aftur til að fara með okkur til himna. Jesú sagði í Jóhannesar Guðspjalli 14:2-3: Í húsi föður míns margar vistaverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séu einnig það sem ég Þannig sjáum við skýra mynd af endurkomu Jesú í dæmisögunni meyjarnar 10. Við skulum halda áfram og lesa Matteus 25:2-4, en þar segir: 5 þeirra voru fávísar en 5 hygnar. Þær fávísu tóku lampa sína en hefðu ekki olíu með sér, en hinnar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpum sínum. Þannig að munurinn á þeim hygnu og þeim fávísu sá að fávísu meyjarnar hefðu enga olíu á lömpum sínum. Olía í Biblíunni táknar heilagan anda. Til dæmis þegar Guð bauð Samúel spámanni að smyrja Davíð í 1. Samúelsbók 16:12-13, þá segir þar: Statt þú upp, smyr hann, því að þessi það. Þá tók Samúel olíuhornið og smurði hann mitt á meðal bræðra hans, og andi drottins kom yfir Davíð upp frá þeim degi. Taktu eftir hvernig það segir að andi drottins kom yfir Davíð þegar hann var smurður með olíu. Það vegna þess að olían og smurning Davíðs táknaði andan sem Davíð fékk á þeim tíma. Einnig segir í 10. kafla Apóstolasögunnar 38. versi hvernig Guð smurði Jesú frá Nasaret með heilugum anda og krafti. Smurning helgi siður sem framkvæmdur var með olíu.
en í þessu tilviki segir að Jesús hafi verið smurður með heilögum anda. Þannig er það að fávísu meyjarnar í dæmisögunni meyjarnar 10 tákna þá kristnu sem skortir heilagan anda þegar Jesús kemur aftur. Svo hér eru kynntir 2 hópar fólks í kirkjunni fyrir endurkomu Jesú, þeir sem hafa heilagan anda og eru táknaðir sem hygnar meyjar og þeir sem ekki hafa heilagan anda, táknaðir sem fávísar meyjar. Ástæðan fyrir því að fávísu meyjarnar hafa ekki heilagan anda er sú að þær hafa vanrækt heilagan anda. Heilagur andi vinnur stöðugt með fólki til að hjálpa því að iðrast synda sinna og gefa líf sitt Guði, en Guð neyðir engan til að gefast honum og taka á móti andanum. Ef þú vilt það ekki og ef þú vanrækir heilagan anda, mun koma tími þar sem þú munt ekki lengur geta tekið á móti honum. Til dæmis segir í Efesusbréfinu 4:30: Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Að hryggja heilagan anda er þegar þú neitar að hlusta á hann. Hann hrekst í burtu þegar þú stendur gegn honum í lífi þínu og ef þú heldur því áfram mun hann endanlega hverfa frá þér. Þetta er það sem kom fyrir Sál konung. Hann óhlýðnaðist Guði stöðugt og þar af leiðandi segir í 1. Samúelsbók 16:14: Andi drottins var vikinn frá Sál, en illur andi frá drottni sturlaði hann. Svo ef þú vilt ekki enda eins og Sál konungur, ertu viss að fylgja sannfæringu og leiðsögn heilags anda. Við skulum lesa næsta vers í dæmisögunni meyjarnar 10, Matteusar Guðspjall 25:5. Nú dvaldist brúðgumannum og urðu þær allar syfjaðar og sofnuðu. Orð Guðs spáir augljósri seinkun og endurkomu Jesú, þannig að Jesús mun koma aftur seinna en búist var við og þar af leiðandi mun kirkjan í heild sinni sofna. Í Opinberunarbókinni 22:7 segir Jesús: Sjá, ég kem skjótt, sæll sá sem varðveitir spádómsorð þessara bókar. Þetta var fyrir næstum 2000 árum síðan og síðan þá hafa kristnir vænst endurkomu drottins. Margir hafa orðið þreyttir á þessari bið og hafa fallið í andlegan svefn. Það merkir að sofna í andlegum skilningi. Þannig að veraldlegir hlutir fara að skipta meira máli en andleg málefni. Lúkasar Guðspjall 21:34-36 segir okkur: Hafið gát á sjálfum yðar að hjörtu yðar þyngist ekki við svall og drykkju í áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður eins og snara, en koma mun hann yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð, og akið því alla stundir og biðjið svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsinninum. Kristinn maður sem hefur sofnað er sá sem hefur mist sjónar á þeim veruleika að við lifum á síðustu dögum og að endurkoma Drottis er væntanleg. Og í stað þess að búa sig undir endurkomu Jesú, lifa þeir veraldlegu lífi. Þeir lifa til að þjóna sjálfum sér í stað þess að lifa til að vegsama Drottin. Ef þú áttar þig á því að þú ert andlega sofandi, það er að heimurinn hefur truflað þig frá því að lifa kristnu lífi, þá er lausn Jesú að vakna og biðja. Með öðrum orðum, þú þarft að rækta bænalífið og rannsaka orðið vegna þess að Biblían hjálpar okkur að skilja tíman sem við lifum á svo að við afvegaleiðumst ekki af heiminum. Í dæmisögunni meyjarnar 10 segir í Matteus 25:6-7: miðnætti hvað við hróp, sjá brúðguminn kemur, farið til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. Skyndilega á einu augabragði eru meyjarnar vaktar upp. Það rísa upp við boðskap brúðgumans sem nálgast og taka til við að huga að lömpum sínum. Það sem þetta þýðir er að það verður mikil vakning sem mun vekja hina sofandi kirkju Guðs. Það samsvarar endatíma úthellingu heilags anda. Postulasagan 2:17 segir okkur: Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella anda mínum yfir alla menn. Heilagur andi
hafði þegar verið úttelt á hvítasunnudaginn í postulasögunni 2. kafla. Þá fengu postular Jesú gjöf tungutals til að koma fagnaðarerindinu á framfæri. Þar að leiðandi snerust þúsundir manna til trúar á einum degi, eftir að Pétur postuli predikaði fyrir gyðingum sem voru samankomnir á hvítasunnudag. Vers 41 segir: En þeir sem veittu orðið hans viðtöku voru skírðir, og þann dag bættist við 3000 sálir. Svo aðeins 2 köflum síðar voru 5000 viðbútar snúið til trúar á boðskapinn. Postulasagan 4:4 segir: En margir þeirra hirt höfðu orðið tóku trú, og tala karlmanna varð 5000. Við getum búist við svipuðum árangri þegar heilögum anda verður úttelt fyrir endurkomu Jesú. Kirkja Guðs mun endur lífgast og fá vald til að uppfylla það verkefni sem Jesú gaf okkur, að predika fagnaðarerindið fyrir heiminum. Þúsundur muni taka trú allan heim á einum degi og fólk mun búa sig undir að hitta Drottinn. Höldum áfram með dæmisöguna meyjarnar 10. Í Matteus 25:8-9 segir: En þær fávísu sögðu við þær hygnu: Gefið oss af olíu yðar. Það að slökkna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu: Nei, hún nægir aldrei handa öllum. Farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Veistu hvað þetta segir okkur? Þú getur ekki treyst á samband annara við Guð til að tryggja hjálpræði þitt. Það skiptir ekki máli hvort foreldra þínir eru trúaðir eða ekki, frændi þinn eða presturinn þinn. Þú þarft að hafa persónlegt samband við Guð. Þú þarft að hafa þína eigin olíu. Þú þarft sjálfur að vera fylltur heilögum anda og hafa persónlegt samband við Guð. Annars mun vanta upp á hjá þér þegar Jesús kemur aftur. Í Matteus 25:10-12 segir: Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn, og þær sem viðbúnar voru gengu með honum inn til brúðkaupsins, og dyrum var lokað. Seinna komu hinnar meyjarnar og sögðu: Herra, Herra, ljúk upp fyrir oss. En hann svaraði: Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Fávísu meyjarnar bjuggu sig ekki undir brúðkaupið með því að tryggja sér olíu á lampa sína, og fyrir vikið var þeim vísa frá brúðkaupinu. Aftur á móti áttu hinar hygnu meyjar olíu forða vegna þess að þær voru búnar undir hugsanlega töf. Lærdómurinn hér sá að þeir sem trúa á Drottinn en vanrækja heilagan anda og búa sig ekki undir endurkomu Drottins með því að biðja, rannsaka Biblíuna og lifa guðlegu lífi, muni að lokum finna sig óhæfa til að ganga inn í ríki Guðs. Það mun líka koma sá tími þar sem þú munt ekki geta tekið á móti heilagum anda þótt þú viljir það. Í dæmisögunni talað að hurðinni að brúðkaupinu hafi verið lokað. Þetta minnir á söguna flóðið. Þegar hurðinni að örkinni var lokað, átti engin möguleika á að komast undan flóðinu. Og Jesús sagði í Matteusar Guðspjalli 24:37: Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannsonarins. Guð gaf fólkinu á dögum Nóa reynslutíma til að komast undan flóðinu. 1. Mósebók 6:3 segir: Þá sagði Drottinn: Andi minn skal ekki ævinlega búa í manninum með því að hann einnig hold. Veri dagar hans nú 120 ár. Fólki sem lifði fyrir flóðið átti í andlegri baráttu. Heilagur andi var að leitast við að fá þá til að iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs, en Guð sagði að hann ætlaði ekki að leyfa þessu að halda áfram með þessum hætti að eilífu. Hann gaf þeim 120 ára reynslutíma til að iðrast. Þá kæmi flóðið. Á þessum síðustu dögum sem við lifum, þá hefur Guð ákvarðað þann dag þegar reynslutíma mannkynsins lýkur. Dyr miskunnar Guðs mun lokast og það verður ekki annað tækifæri til hjálpræðis. Varðandi lok okkar reynslutíma segir í Opinberunarbókinni 22:11: Hinn rangláti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurugi saurgi sig áfram og hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Þegar reynslutímanum lýkur verður persónuleikinn sem við höfum þróað með okkur fram að þeim tíma varanlegur. Þeir sem hafa gefið Drottni líf sitt og lifað heilögu lífi
verða áfram heilagir, en þeir sem hafa staðið gegn heilagum anda og lifað til að fullnægja syndugum hvötum sínum verða taldir óréttlátir og verða útilokaðir frá himninum. Jesús mun segja við þá: sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Hann þekkir þá ekki vegna þess að þeir hafa ekki persónlegt samband við hann. Það er merkilegt að Jesús notar hjónavígsluna til að útskýra það hvernig það verður þegar hann kemur aftur að sækja fólki sitt. Hjónavígsla var með talsvert öðru móti á meðal gyðinga á tíma Jesú. Þegar framtíða brúður hafði verið valinn ungum manni, annaðhvort af foreldrum hans eða sjaldnast af honum sjálfum, fylgdi 1 ár trúlofunar. Á þessum tíma bjuggu hjónin enn í sundur á meðan viðkvæmar og oft langvarandi samningaviðræður fóru fram og tilbaka á milli fjölskyldna spurningar heimamund og svo framvegis. Brúðguminn eða fjölskylda hans greiddu föður brúðurinnar brúðargjald. Þannig hefur einnig Kristur greitt brúðargjaldið fyrir brúði sína þegar hann gaf líf sitt á krossi fyrir okkur. Eftir að trúlofunartímabilinu var lokið, gat brúðkaupið farið fram. Brúðkaup stóðu vanalega yfir 5-7 daga. Haustið var besti tíminn fyrir hjónabönd. Uppskeran var á enda, hugurinn var frjáls og hjörtu hvíld. Það var árstíð þegar kvöldin voru svöl og yndisleg og notalegt að sitja fram eftir nóttu. Venjulega safnaðist allt þorpið saman í brúðkaup. Þannig mun einnig brúðkaup Jesú fara fram þegar uppskeran er tilbúin, eða eins og segir í Matteus 13:30. Látið hvort tveggja vaxa saman fram að kornskurði. Þegar komin er kornskurðatíð mun ég segja við kornskurðamenn: safnið fyrst illgressinu og bindið í bundin til að brenna því, en hirðið hveitið í hlöðu mína. Í upphafi brúðkaupsveislunar kvöldið fór brúðguminn í fylgd með vinnum sínum að sækja unnustu sína í hús föður síns. Hann var í sérstaklega glæsilegum fötum og stundum jafnvel kórónu. Þannig sjáum við einnig að Kristur sækir brúði sína eftir að brúðkaupið er hafið á himnum. Kristur mun svo koma hingað að sækja brúði sína ásamt öllum skara heiminsins sem að sjálfsögðu vinir brúðgumans, eða eins og segir í Matteus 16:27. Mannssonurinn mun koma í dýrð föður síns með englum sínum og hann mun hafa kórónu á höfði sér, eins og við lesum í Opinberunarbókinni 6:2. Og ég sá og sjá hvítur hestur, og sá sem á honum sat hafði boga og honum var fengin kóróna. Brúðurinn var borin inn í skrúðgöngu. Hún var fallega klædd og á leiðinni söng fólk brúðkaupssöngva. Á sama hátt verður brúður Krists fallega klædd, eða eins og segir í Opinberunarbókinni 6:11, og þeim var fengin hverjum og einum hvít skikkja. Þegar gangan kom að húsi brúðgumans veittu foreldrar hans hefðbundna blessun. Á sama hátt getum við vænst þess að Kristur færi brúði sína fram fyrir föður sinn til þess að faðirinn geti gefið þeim blessun sína. Að bænum loknum fór kvöldið fram í leikjum og dansi og tók brúðguminn þátt í hátíðahöldunum. Þannig verður mikil hátíðahöld á himnum þegar Kristur kvænist brúði sinni. Í lok dæmisögunar meyjarnar 10 segir Jesús í Matteus 25:13: Vakið því, þér vitið ekki daginn né stundina. Vertu vakandi, ekki láta hugan reika og láta glepjast af þessum heimi. Vertu vakandi, haltu reglulegu bænarlífi og rannsakaðu Biblíuna til að vita á hvaða tímum við lifum, því Jesús kemur brátt. Þú vilt ekki fara á mis við merkilegustu hjónavígslu mannkynssögunnar. Þetta er ekki bara eitthvað brúðkaup, þetta er konunglegt brúðkaup og þú hefur val að vera þáttakandi.